Orðið sem við skulum íhuga í kvöld, einfallega orðið lofsöngur. Lofsöngur. Það var kannski meira verið talað orðið lofsöng á seinni tíð en áður, og þá kannski fylgir því eitthvað sem að sumir hálfpartinn hræðast, eitthvað öfgafullt og afstætt. En það á ekki að vera þannig ef við höfum þetta rétt frá orði Guðs, og við skulum íhuga hvað ritningin hefur þessa hluti að segja. Byrjum á því að lesa í 1. Korinthubréfi 14. kapitula, þar sem Páll postuli að tala náðargjafinnar, og hann segir svo þar í versun nr. 14: Því ef ég biðst fyrir með tungu, þá biður andi minn, en skilningur minn ber engan ávöxt. Hvernig því þá varið? Ég vil biðja með anda, en ég vil einnig biðja með skilningi. Ég vil lofsyngja með anda, ég vil einnig lofsyngja með skilningi. Lofsöngur hér settur fram á 2 línum. Það að biðja í anda, og það að biðja lofsyngja með skilningi. Og Páll postuli hann vildi hvor tveggja. Að lofsyngja í anda, það tilheyrir náðargjöfunum sem eru sérstakar, og biður maður í tungu og jafnvel syngur í tungu, og það dásamlegt og guðlegt. En eitthvað sporast það nú úr ef að fólk sem segist biðja í anda farið að kannski að syngja tóninn Þú komst í hlaðið á hvítum hesti. Það heyrði ég einu sinni manneskju, ég stoppaði bænastundun undir eins og sagði þetta getur ekki verið í heilugum anda. Og við þurfum athuga að þarna líka vegurinn mjór og hliðið þarna þröngt. En ég ætla að taka þetta fram einkanlega sem hann segir hér: ég vil einnig lofsyngja með skilningi. Það þegar við biðjum og þegar við erum öll með í sambæn og tjáum okkur frammi fyrir augliti Guðs, lofsyngjum með skilningi. Við þurfum ekki að fletta meira en einni blaðsíðu áfram, þá stendur í 27. versinu í sama kapitula: Hvernig það þá bræður þegar þið komið saman, þá hefur hver sitt, einn hefur sálm, einn hefur kenning, einn opinberun, einn tungutali, einn útlistun, allt skal miða til uppbyggingar. Sálmur getur verið lofsöngur. Þjóðsöngur okkar Íslendinga heitir lofsöngur, og Guð vors lands og lands vors Guð. Og í kristilegum samkomum þetta ákaflega mikilsvirði að það séu sálmar, sungnir. Og mér liggur við að segja ekki tómi kórar. Það ykkur fátakt í því, finnst mér. En að það séu sungnir sálmar, djúpir, kraftmiklir sálmar. Og þeir eru reyndar lesnar á hverju kvöld í Ríkisútvarpinu núna alla föstuna, einhverjir kröftugstu sálmar sem eru til, Passíusálmar Hallgríms Péturssonar. Og það mikil lofgjörð sem kemur fram í þeim sálmum. En þegar við komum saman, þá eigum við að geta sungið af öllu hjarta, við eigum að geta hort framan í hvert annað, og allir vilja vera með, og eiga að vera með, og hver syngur með sínu nefi. Grekkinir í Kólossu fengu að heyra eitthvað hliðstætt þessu, og við lesum þær í 3. kapitúlanum í Kólossubréfinu, og það stendur í versunum nr. 16, og við lesum svo: Látið orð Krists búa ríkulega hjá yður með allri speki, fræðið og áminnið hver annan með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum, og syngið í Guði sætlega lof í hjörtum yðar. Hér fáum við að sjá að lofsöngurinn á sínum stað, og það áminning í að syngja sálm. Vertu með, opnaðu hjartað þitt, opnaðu hugaðinn, og láttu rödd þín að blandast með í sálmi, í lofsöng, í andlegu ljóði, og syngja svo Guði sætlega lof í hjarta sínum. Þetta hefur Guð gefið í frelsinu, það eðlilegt að syngja og tjá sig í söng. Og síðasta orðið sem að talar hvað þetta nauðsynlegt, sem ég les núna í þessu sambandi, í Jakobsbréfi, 5. kapitúla og versinu nr. 13 þar:
Líði nokkurum illa yðar á meðal þá biðji hann, liggi vel á einhverjum þá syngi hann lofsöng. Og það ákaflega mikils virði að þessi lofsöngur fá að ríkja og lifa með okkur, og það eðli lifandi trúar lífs að tjá sig í söng. Ég verið svo blessaður í dag að hugleiða þessi orð. Ég sagði við konuna mín að við hljótum að fá blessaða samkomu í kvöld þegar við tölum lofsöngin. Þetta ekkert annarlegt, þetta ekkert eitthvað sem nýtt á dagskrá sem kemur með karismatískri vakningu. Þetta það sem alltaf hefur verið og á að vera, að lofsöngurinn sé á sínum stað, og lofsöngurinn ekki bara einsöngur eða tvísöngur eða kvartettsöngur. Það getur allt verið í þessu líka, en fyrst og fremst hann safnaðarsöngur, að söfnuðurinn sé með og söfnuðurinn syngi. Og syng þínum drottni Guð safnaðar hjörð, syngið nýjan söng. Mér líkar þetta ákaflega vel sem Valdimar Briem kveður þarna. Við skulum sjá í Nýja testamentinu, raunar bara talað hér á jörðu 2 söngsamkomur. Það ekki fleiri. Og báðar þær í miklum skugga. Og þá var gripið til þess að syngja. En svo talaði söngsamkomur í himnunum líka, og við skulum koma inn á þær á eftir. Við finnum fyrst í Mattheusar guðspjalli 27. kapitúla, og þegar ég flyt ykkur þetta orð, ég hef legið yfir grísku Nýja testamenti í undanfarið til þess að byggja þetta upp, og það sem ég bendi á hér með rökum. Við lesum á Mattheusar 26, og það stendur í versum nr. 30. Og þeir höfðu sungið lofsönginn, fóru þeir út til Olíufjallsins. Þeir að koma hér frá heilagri kvöldmáltíð. Þeir að koma hér frá því að heyra talað nýjan sáttmála í blóði hans. Þetta á skírdag. Og framundan þjáningin og neyðin, og þá býr Jesús sig þannig undir að þeir syngja lofsönginn og fara svo út til Olíufjallsins, og þar hann alla nóttina þangað til að hann gripinn af Júdasi og illræðisliðinu. Hver var lofsöngurinn sem hér talað Þeir vísa til Davíðssálma, og við skulum lesa þá. Davíðssálmar frá 113 til 118. Það eru lofsöngvanir sem Jesús söng áður en að hann fór út í raunina og pínuna. Og það mikið merkilegt að athuga innihald þessara sálma og sjá hvernig að Jesús hefur sótt styrk í þessa sálma sér til uppbyggingar og uppörfunar. Og það vísað fyrst til versið þessu skipt í lofsöngnum niður í 3 þætti, og í 114. sálmunum 1. versi segir svo: Þegar Ísrael fór út af Egyptalandi, Jakobs ætt frá þjóðinni mætt á erlenda tungu, var Júda helgidómur hans, Ísrael ríki hans. Þetta lögðu áherslu á að drottinn hann leiddi lið sinn frá Egyptalandi, og þetta var trúarstyrkjandi fyrir frelsaran okkar að nú myndi drottinn líka leiða hann í gegnum þjáningar og kvalir. Og þeir myndu sig á, eins og stendur hér í öðrum versinu: hafið sá það og flýði, og Jórdan hörfaði undan. Þetta var mjög uppörvandi og trúarstyrkjandi að minna sig á þetta nú þegar að skuggi krossins var framundan. Þó þetta kannski ennþá sterkast ef við lesum í Sálmunum 116 og byrjum á 3. versinu. Þá hann alveg þar í skugga þess sem átt að koma. Þetta kallað lofsöngur, en í gegnum lofsöngin fær hann styrk og fær hann kraft. Þegar að snörur dauðans umkringja mig og angist heljar mætir mér, þegar ég mæti nauðum og harmi, þá ákalla ég nafn drottins. Æ, drottin bjargaðu sálu minni. Náðugur drottin og réttlátur, og vor Guð miskunnsamur. Drottin varveitir varnarlausa.
Þegar ég máttvana hjálpar hann mér. Verð þú aftur róleg, sála mín, því að Drottinn gjörir vel til þín. Já, þú hrífur sál mína frá dauða, auga mitt frá gráti, fót minn frá hrösun. Ég geng frammi fyrir Drottni á landi lifenda. Í þessu afar mikil trú, í þessu upprisu trú, í þessu kemur svo trú fram sem styrkir lausnaran okkar til þess að gangi gegnum myrkrið og krossins þjáningum. Þú hrífur sál mína frá dauða, og áður að hann sagt, eigi leifir þú að þinn guðrætti sjái rotnun. Þú hrífur auga mitt frá gráti, fót minn frá hrösun, og ég geng frammi fyrir Drottni á landi lifenda. Þeir mun ekki geta deytt sálu mína, og ég mun fá að ganga frammi fyrir Drottni í krafti upprisu hans. Þetta var lofsöngurinn sem að Jesús söng, og annars staðar ekki talað söngsamkomu í Guðspjöllunum. Ég las afar merkilega grein daginn eftir Pelli Karlsson, sem núna starfar í Bandaríkjunum, og hann spurður að því hvers vegna hann hafi dregið sig í hlé með söngsamkomur. Hann var með gullplötur og seldi. Hann sagði bara að það var svo fáir frelsast í þeim. Og það væri allt annað að geta trekt fólk upp til þess að koma í hrifningu og heyra fallegan söng, heldur en að fá það til þess að frelsast. Og hann sagði bara að hafa spurt sjálfan sig, ég á réttri leið? Og hvað segir orðið? Og þá skrifar hann þetta, sem ég að segja við ykkur núna, og þetta alveg rétt hjá honum, í Guð við eina söngsamkomu. Það var þegar að Jesús styrkti sig áður en hann fór út í neyðina, og svo finnum við aðra samkomu þegar að fagnaðarerindi kom fyrst til Evrópu. Það var ekki hljómleikahöll, það var ekki kirkju, það var í tukthúsinu í Filippi. Og það var ekki á vanalegu messutíma að morgni eða kvöldi, því að þeir höfðu þá guðsþjónustur. Það stendur hérna í Postulasögunni 16:25. Mér fannst þetta eftirtektarvert, lærdómsríkt. Sálir frelsast við krossin og við blóði, vinir. Já, fyrir Guðs orð. En það getur rifið og dregið af. En þessi mikli söngvari sem talinn ykkur efnilegasti söngvari heims á meðal okkar, hann sagðist það að farið að meta nýju sitt starf og sína þjónustu, og konan hans, honum samstað líka. Hún Evi Törnqvist Karlsson. Hér stendur í Postulasögunni 16:25. En miðnætti báðust Páll og Sílas fyrir, og lofsungu Guði, og bandingjarnir hlustuðu á þá. Þeir hafa beðið og lofsungið hér með skilningi. Þeir skildu það ekki þó Páll hefði farið að lofsyngja í anda og tala tungum og meðal þeirra. En miðnætti beðjast Páll og Sílas fyrir og lofsyngja Guði, og bandingjarnir hlusta á. Og í gegnum lofsöngin sem fer þarna fram í fangelsinu í Filippiborg ske undur og tákn, og fagnaðarerindið fær víðari dyr og meiri opnun hér í Evrópu. Takið eftir því í þessum heilaga lofsöng Guð. Í þessum heilaga lofsöng ríkir Guð. Í þessum heilaga lofsöng mikill leyndardómur sem við skulum koma nánar inn á hér í kvöld. En áður en að við skiljum við Nýja testamentið og förum dýpra inn í lofsöngin, þá skulum við lesa í Opinberunarbókinni söngin í himnunum. Ég ætla að taka fyrir 15. kapitulan og svo aðeins að vísa til núna 19. kapitulans, en við lesum hann þó aðalega setna í þessari samkomu. Við lesum Opinberunarbókina 15, versi 2-4. Og ég leit sem glerhaveldi blandið, og sá þá sem unnið höfðu sigur á dýrinu og líknesti þess, og tölunafs þess standa við glerhafið og halda hörpum Guðs. Og þeir syngja söng Móse Guðs þjóns og söng Lamsins og segja: Mikil og dásamleg eru verkin þín, Drottinn Guð, þú alvaldi, réttlátir og sannir eru vegir þínir, þú konungur aldanna.
Hver skyldi ekki óttast drottin og vegsama nafn þitt, því að þú einn ert heilagur, því að allar þjóðir munu koma og tilbiðja frammi fyrir þér, og réttlátir dómar þínir eru opinberir orðnir. Það er ekki englar sem syngja hér. Það eru þeir sem hafa sigrað. Þeir sem voru frelsaður og létu frelsast hér á þessari jörð og í gegnum iðrun og afturhvarf eignuðust lofsöngin í hjarta sínum. Og þegar þeir koma heim í himininn, þá er sagt að þeir syngja söng Móse, Guðs þjóns og söng Lambsins. Og við spyrjum, voru það sérstakir söngvar, söngur Móse og söngur Lambsins? Þetta gríska Nýja testamenti útskýringabók sem ég vísaði til hér í kvöld segir að það sé ekki svo. Heldur syngja þeir djúpa samstæðu í opinberunni með Móse og Jesú og svo með lögmál og fagnaðarerindi. Það er ekki árekstur, það er ekki gegn hverju öðru, heldur er það sem fylgist að samstætt gefið af Guði en á sitt hverjum tíma. Þegar Móse var uppi þá spáði hann Jesúm og sagði, spámömmun drottin Guð þinn uppvekja meðal þín af bræðrum þínum slíkan sem ég er, á hann skuli þér hlýða. Og þegar að Jesús gengur á þessari jörð, þá hefur hann ekki aðra Biblíu en Gamla testamentið og hann dregur fram úr því það sem talað hann. Og það er sagt hérna í Jóhannesar Guðspjalli í 5. kapitúlunum og versi 46 og 47, svo ákaflega ákveðið, ætli ekki að ég muni ákæra yður fyrir föðurnum, sáu til sem ákærir yður Móse sem þér hafið byggt vonir á. Því að ef þér tryðu Móse, þá tryðu þér mér, því að hann hefur ritað mig. En ef þér trúið ekki ritum hans, hvernig ættu þér þá að trúa orðum mínum? Þetta er ákaflega sterkt upp á öryggi með að allt Guðs orð er innblásið og allt Guðs orð er heilagur sannleikur. Og við fáum að sjá það í Nýja testamentinu, þá er eins og hulunni svift svolítið frá og ummyndunar fjallinu þegar að Jesús er þar og verður dýrlegur í ljóma og lærisveinarnir horfa á þetta, þá er Móse allt í einu kominn þar. Móse sem stoppaði á Nebo og fekk undir lögmálinu bara að sjá inn til landsins en aldrei að fara inn í það. Nú í nýja sáttmálanum er hann kominn inn í landi, þetta er alveg stórkostlegt. Og það er eftirtektarvert að lesa hvað samtalið snýst og sjá tveir menn voru að tala við hann og voru það þeir Móse og Elía. Þeir þekktu þá, þeir skynjuðu þetta í andanum, þeir höfðu persónuleika sinn, bæði Móse og Elía. Þeir birtust í ljóma og voru að tala við hann burtför hans, er fyrir honum lagi að leiða til lykta í Jerúsalem. Þeir syngja söng Móse og söng Lambsins. Það er allt í samhljóm og samræmi fagnaðarerindið sem drottin hefur gefið. Nú förum við aftur í Gamla testamentið og sjáum þýðingu lofsöngsins. Við byrjum á því að lesa í Davíðssálmi 22. Sá sálmur er líka kveðin krossin og undir krossinum og við blóðið. Þann talar á kröftugan hátt eins og Jesaja 53 boðskap páskana. Og ef við lesum 4. versi þá segir svo í Sálmi 22. Samt er þú hinn heilagi, sá situr uppi yfir lofsöngum Ísraels. Í sænsku þýðingunni er sagt að hann sem ríkir yfir lofsöngum Ísraels. Ég leitaði af þessu í 2 þýðingum frá 1866 sem er nokkuð góð þýðing. Það stendur svo, þú býrð meðal lofsöngva Ísraels. Og svo í Amplified biblíunni stendur, þar sem lofsöngurinn er borinn fram, þar ert þú. Ef það er svo, við sem þráum Guð, við sem erum að biðja Guð, ó, vert okkur nálægur, ó, komdu til okkar. Og við sviknum í bæninni og okkur finnst hart og okkur finnst lokað.
Mætti ekki byrja þá á því að syngja lofsöng, fara að lofa Drottin og lyfta nafni Jesú upp og vita hvort að það eitthvað gæti þá ekki opnast og leyst einmitt í sambandi við lofsöngin. Við skulum sjá nánar hvað Guð bindur sig við hann, og ef hann býr þar sem lofsöngurinn ef hann ríkir þar sem hann ef hann þar sem lofsöngurinn borin fram, þá skiljum við hvaða þýðingar mikið að lofsöngurinn sé í anda Guðs og sé borin virkilega fram, og að við biðjum fagnandi og við biðjum glöð og lofsyngjum fagnandi og lofsyngjum glöð. Það alveg merkilega hvað náðu langt í gamla sáttmálanum. Mér finnst ég sjá þá brennandi hvítasunnumenn og við getum lært mikið af þeim, því það ekki alltaf opna dyr yfir okkur. Stundum erum við bundin, stundum erum við lokuð, stundum erum við bölsýn, stundum erum við hreinlega ekki blessuð, en auðvita á okkar trúa líf að einkennast af því að við lifum í blessun og við njótum blessunar Drottins. Pröfaðu að lofsyngja Jesú. Jesú nafn þér gleði gefur, geislun slær á lífsins hjarn. Og þetta svo dásanlegt að minnast þess. Ég man oft eftir mörgum sunnudagaskóla söngunum sem ég söng reglulega við veturinn í meir en 20 ár. Enginn þarf að ótta síður, en Guðs barna skarinn fríður, fugl í laufi innsta eigi, ekki stjarn á himinn vegi. Guð vill að ég sé honum sólstins barn. Já, Guð vill það. Þetta var sungið í gamla dag og krakkarnir sungu með, manst eftir í Móa. Já, þú manst eftir því. Og kona sem ég hitti í Svíþjóð í febrúar, hún sagði mér frá því Einar, ég vekk vakninguna í mig þegar ég var stelpa í sunnudagaskólanum í Betel. Jæja, við lesum í Nehemíu bók 8. kapitula og það stendur í versinu nr. 6. Já, og Esra lofaði Drottin hinn mikla Guð, og allur lýðurinn svaraði Amen, Amen, og fórnuðu þeir leið upp höndunum og beygðu sig og fjallu fram á ásjónu sína til jarðar fyrir Drottni. Esra lofaði Drottin hinn mikla Guð, og allur lýðurinn svaraði, og hann segir Amen, Amen. Og svo stendur hérna eitthvað sem vert til lærdóms fyrir okkur, þeir fórnuðu leið upp höndunum. Það biblíulegt að tjá sig þannig. Páll postuli segir í 1. Tímóteusarbréfi, ég vil þá að karlmenn biðjist fyrir, upplyftandi heilögum höndum án reiði og þrætu. Og það táknmynd þess að líkami okkar með, að það eitthvað að sté í andans heimi þegar hendurna fara á loft. Og þegar að Móse var að biðja fyrir sigur, fyrir Ísrael yfir Amalekítum, og þeir voru þar með honum á fjallinu, hann Húr og hvað hét hinn? Aron og Húr, bróðir hans, já. Og þegar að Móse gerðist þungar hendunar, þá lögðu þeir steina undir hendunar, því þar mátti ekki falla niður, þá veikti óvinunum betur, en þegar þeir voru uppi, þá veikti þeim betur. Og þeir létu meir en steinana fara undir hendunar, þeir studdu báðir sjálfur hendur hans og það héldust á lofti. Við getum verið í hlutverki Arons og Húrs og lyft upp höndum okkar og sagt Amen, Amen. Við erum frjáls og frí, það lofgjörð. Amen, Amen, þögn ekki lofgjörð. Það verið að slá þess að strengja bænin eigi bara að vera þögn, hún getur verið þögn. En mér finnst bænin svo fjölskrúðu að það mjög erfitt að setja hann í ramma og segja svona skaltu bara biðja og ekki hins vegar. En hérna biður Esra og lýðurinn fórnaði höndunum leið og allur lýðurinn svaraði Amen, Amen. Og ef við lesum í versum nr. 11 og 12 þá stendur svo þar. Verið því eigi hryggir, því að gleði Drottins hlífiskjöldur í þar. Og levítarnir sefuðu allan lýðinn með því að segja verið hljóðir, því að þessi dagur heilagur, verið því eigi hryggir. Þá fór allt fólki til þess að eta og drekka og senda skammta og halda mikla gleði hátíð, því að þeir höfðu skilið þau orðir menn höfðu kunngjört heim.
Og gleðinnar hátíð fólst í bæn og hún fólst í lofgjörð á þessum alvarlegu dögum hjá Nehemía þegar hann kom frá Babel og allt verið rúst og allt þurfti að byggja upp og allt stóð fyrir neðan 0. En þá var það bænin sem sigraði og lofgjörðin. Ef við lesum hérna í 1. og 2. versi í 9. kapitúla, það mjög ákaflega merkilegt sem hér kemur fram. Og 24. dag þessa mánaðar söfnuðust Ísraelsmenn saman og föstuðu og klæddust hærusekk og jösu mold yfir höfuð sér. Og niðjar Ísraels skildu sig frá öllum útlendingum og þau gengu fram og játuðu syndir sínar og misgjörðir feðra sinna. Þetta nú helgun sem hér kemur fram. Þetta það að beygja gyndir og holdið, ganga inn í föstu og skilja sig frá, vera aðskilin líður. Og svo stendur áfram í versunum nummer 5, seinni hlutin af versunu: standið upp og vexa með drottin Guð yðar frá eilíð til eilíðar, og menn vexa með þitt dýrlega nafn sem hafið yfir allt, alla vegsaman og lofgjörð. Takk eftir íslenskunni sem hér. Já, og menn vexa með þitt dýrlega nafn sem hafið yfir alla vegsaman og lofgjörð. Vegsemd og lofgjörð þáttur og leið, en nafn drottins upphafið yfir þetta allt saman. Þetta alveg stórkostlegt og dásamlegt. Hann sagðist ríkja yfir lofsöngum Ísrael. Við skulum sjá lofsöngvarna svolítið nánar og lesa í 2. Krónikubók. Þetta eru lofsöngvar í Ísrael. Og við erum hérna í Hvítasunnursafninum í Fíladelfíu, og ég segi bara af öllu hjarta: ó Guð, gef okkur svona daga. Svona daga eins og hér koma fram. Og auðvitað ættu þeir að geta komið fram, því að við lifum undir náðarsáttmálanum en ekki undir lögmáli, en þeir náðu langt í þegar þeir fóru þessa leið í lofgjörð. Við lesum í 2. Krónikubók 5. kapitúla, og þá stendur svo þar í versinu nummer 14, versið 11 til 14. 5. kapitúli í 2. Krónikubók, versið 11. En það musterisvígslan, takið eftir, musterisvígslan sjálf gat bara verið form, gat bara verið síður, gat bara verið dagskrá. Og ef hún varð ekki meira, þá var musterisvígslan fátæk. En musterisvígslan var dýrleg þegar að drottin kom til. Og það svo oft þannig að menn eru bundnir við form og bundnir við dagskrá og síði og reglur. En það vantar lífið í þetta. En þegar andans líf kemur, þá springur fram lofgjörð og lofsöngur, og þá verður þetta allt dýrlegt. Og það skeði svo hér, þá var hinn raunverulega vígsla. Það þurfti ákaflega mikinn undirbúning að undirbúa vígslu þessa stórkostlega musteri sem Salómon byggði, sem var svo mikil fyrirmynd og fegurð og dásemd, og fyrirhyggjan með allt sem til þurfti, með fórnir og dýr og annað þýðunlíkt. En mér finnst þetta allt saman vera eins og, ég veit ekki hvað ég má segja, ég vil ekki lítil svirða það, en mér finnst þetta vera eins og áhrifalaust miðað við það þegar að andinn kom og skapaði líf. Og við lesum hérna 11. versið: en prestanir gengu út úr helgidóminum, því að allir prestanir viðstaddur voru, höfðu helgað sig, og flokkaskiptingu var eigi gætt. Takið eftir þessu. Takið eftir. Já, þeir höfðu alveg sér forréttindi prestanir í musterinu. Þeir máttu borða alveg sérstaklega. Og veistu, þeir áttu alveg örugga vissa bita af fórnunum. Það var rófan og það var bringan. Og þegar að komið var með tíundina í forðabúrið, þá áttu þau líka að koma með veiðifórn. Hún átti að fylgjast með tíundinu. Og hvað var tíundin? Tíundin var til þess að bera upp í það sem var í musterinu. En hvað var veiðifórnin? Bara fyrir prestana. Bara fyrir þá. En nú hefðu þeir helgað sig, og nú voru þeir allir eitt bara með línum. Nú voru þeir saman í lofstofunni eins og þeir urðu síðar á hvítasunnudag. Því að drottinn einn
var yfir öllum og þeir voru allir litlir frammi fyrir honum. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt. Við þurfum nefnilega að sjá það og vita að elskuðu vini, ef við að fá blessun og lofsöng, þá getum við aldrei búin á okkur sjálfum því að við erum ekki neitt. Og ef við höldum að við höfum eitthvað, þá skulum við leggja það alveg til hliðar. Drottinn verður nú að koma og fylla kerið. Og allir Levita söngmenn, Asni, Heman og Jedútún og synir þeirra og bræður stóðu þar, klæddir baðmullastykkjum með skálabömbur, hörpur og dýjur að austanverðu við altarið, og hjá þeim 120 prestar. Þetta minnir mig á það sem ég sá í norska ráðhúsinu í Oslo daginn þegar kóngurinn var þar. Gísli manst eftir því. Skipulagið á þessu ekki ein einasta sekúnda fór út í loftið. Það var allt saman eins og planað og áætlað, og Guði sé lof, hann kom og blessaði og gaf náð og miskunn, svo allir sem þarna voru urðu glaðir og töldu þetta alveg einstaka samkomu í sínu lífi. Þú segir saman ég Gísli. Já, það var stórkostlegt. Nú standa þeir hérna austanvert við altarið og hjá þeim 120 prestar, þeir eru taldir 150 á Íslandi, og þreyttu lúðra. En lúðramenn og söngmenn áttu að byrja í senn og einrataði lof og vegsama Drottinn. Af hverju var það einrata? Það var til þess að allir gætu verið með. Allir, gamla systirinn og litli bróðurinn, litla stúlkan og gamla konan, allir áttu að vera með í því að lofa Drottinn. Og menn létu lúðra og skálabömbur kveða við og hinn önnur hljóðfæri og þakkar gjörð til Drottins, því að Drottinn góður, því að miskunn hans varir að eilífu. Þá skeður það. Þá skeður það. Þeir standa þarna bíðandi, vantandi, ó góði Guð, komdu, fylltu hjart okkar, fylltu musterið, sýndu þig dýrlegan. Hversu oft höfum við ekki beðið þannig? En við höfum kannski ekki alltaf fengið bænasvör eins og við höfum þráð. Kannski höfum við glemt eitthvað af lofsögnum og freka kveinað og kvartað. Já, ég gera það stundum, eða ég, kveina og kvarta frammi fyrir augliti Guðs. Og þá fer maður bara neðar og neðar og fjarlægist Guð og myrkri verður meira. En ef maður fyrir að lofsyngja, þá kemur hann. Og nú þegar þeir byrja að lofsyngja Drottni og viðurkenndu að Guð góður og miskunn hans varir að eilífu, þá fylltist í musterið Drottins. Nú fyllist af heilögum anda og blessun og máttu prestarnir eigin ganga fyrir skýinu. Þvílík dýrð, þvílík blessun, og Drottinn var lofaður og Drottinn hann var tignaður. Og Esra, sem mér finnst nú vera alveg sérstakur predikari í Gamla testamentinu, Hvítasunnu andans predikari, hann skrifar merkilegt í sinni bók. Við skulum lesa í 3. kapitúlanum, og hér ríkir Guð. Hér Drottinn. Hann í þessu. Hér finnum við hann og hér mætum við honum. Esra bók 3:1. Og við skulum lesa svo frá versinu 11 til 13, fyrsta versið. En 7. mánuðurinn kom og Ísraels menn voru í borgunum, safnaðist líðurinn saman eins og einn maður í Jerúsalem. Skiljið þið? Þeir voru allir saman komnir með einum huga sem einn maður. Og sjáu þið, það skrifa svona sem eins og forværi fyrir hvítasunnudag, þar sem að síðar átt að koma, en 7. mánuðurinn kom og Ísraels menn voru í borgunum, safnaðist líðurinn saman eins og einn maður í Jerúsalem. Við hljótum að geta verið sammála þetta, við þurfum blessun. Við hljótum að geta verið sammála þetta, við þurfum vakningu. Við þurfum meiri blessun og fleiri þurfa að frelsast. Við erum sammála það. Það ekki? Og þá verður það sýnað í verki ef við viljum standa saman í fjölskyldu Guðs. Við komum saman sem einn maður frammi fyrir augliti hans. Og hvað skeður hér í 11. versinum? Já, ég fór að lesa þetta því að það stendur í Biblíunni. En það ekki allir sem þola þetta.
Og ég ekki að segja það að við að búa þetta til. Passið ykkur. Og það dugi bara að framlega nógu mikinn háa að þá komi blessun. En háaðin kemur bara af blessuninni. Látum blessunina kynda þetta upp. En ekki að búa þetta til á andlegan hátt og alls ekki í leikaraskap. Það má ekki eiga sér stað. Og þeir hófa að lofa og vegsama Drottinn fyrir það hann góður og að miskunn hans við Ísrael eilíf. Og allur lýðurinn laust upp miklu fagnaðarópi og lofaði Drottinn fyrir það að grundvöllur var lagður á húsi Drottins. En margir af prestunum og levítunum og ætthöfðingjónum, öldungum þeirri sjöðhöfðu hið fyrra musterið, grétu hástöfum. Það svona þegar Drottinn blessar. Þá eru bæði votar kinnar og tár sem streyma niður og aðrir sem lyftu upp höndum og segja Amen, halleluja. Þetta bara eftir viðbrögðum okkar eins og sérhvers og hvernig að bakgrunnurinn Þeir grétu hástöfum þegar grundvöllur þessa hús var lagður að þeim ásjáandi. Og margir aftur líka fagnaðar og gleði óp. Og lýðurinn gat ekki greint fagnaðarópin frá gráthljóðunum í fólkinu því að lýðurinn laust upp miklu fagnaðarópi og heyrðist ómurinn langar leiðir. Og svo segir fólkið þoli ekki háað í bænastund. Já, elskuðu vinir. Aðalatrið að maður sé ekki upptekinn af hávaðanum í öðrum, heldur maður sé bara upptekinn frammi fyrir augliti Guðs. Ég var spurður þetta norður í Ólafsfirði þar sem við vorum að borða daginn. Það var sunnudagskvöldi, voru það faðirinn, Auðun og Óla. Og ég beið með að svara. Og svo sagði ég, vil ég hætta að borða augnablik. Og svo fór ég að slá með gaflinum og hnífnum í diskinn. Og ég segi, heyriði glamrið. Svona hefur þetta glamur verið hjá okkur öllum, í okkar diskum. En glamrið þannig að maður tekur bara ekkert eftir í maður að borða sjálfur, maður upptekinn að því sjálfur. En ef maður fær að hlusta á glamrið sem hérna allt í kringum borðið, þá kannski mistir maður listina. Og þannig það þegar bænalíf og bænablessun að ræða, aðalatrið að vera sjálfur með, upptekinn sjálfur, upptekinn í Getsemane þar sem tárin koma fram, upptekinn við krossið þar sem maður sé þyrni kórunum og blóði renna, og maður grætur og maður þakkar og fagnar og svo allt í einu leiðir Guð í lofgjörð hvítasunnu dagsins maður verið að tala tungum og mikla Guð og mér finnst afskaplega hættulegt að stoppa fólk af í því. En við getum tekið tillit til annara ef við vitum að sérstaklega einhver mjög veikur og ég tala nú ekki ef hann þolir þetta ekki en þá þarf við komandi bara að hafa bómull með og stingi í eyrun. Ég tók eftir í Helsingfors í sumar. Þeir voru bara með bómullsumur og tróðu í eyrun þegar krafturinn var sem mestur og blessaðastur. Þið skildu hafa séð þegar að Terje Bersen var þarna og Nilju Vænjá sem núna heima hjá Guði. Hvílík og kraftur og blessun var í þeim og þeir drógu ekki af. Þeir voru í krafti og náð og miskunn, það var Guðs andi, það kom í ljós. Og hver hefði viljað segja við þá, hættið bræður, þið megi ekki láta svona. Það hefði engum leiðist og enginn hefði dyrst að gjöra það. Þetta voru verkfæri. Merkilegt að Guð skyldi taka þessi verkfæri heim, eins og hann Vænjó. Hann heima hjá Drottni á góðum aldri. Og ég var að lesa í dag í erlendu blaði. Þeir saknaðu það svo að Ról Karlsson farinn og þeir sáðu, heyriði, þeir sáðu að svo mikið verkfæri var hann. Fyrir utan það að sálir laknuðust og sálir frelsuðust að 1.000.000 sænskar krónur skaffaði þessi maður, blindi maður, inn í samkomum sínum fyrir Íbra-útvarp á hverju ári. Hann var ekki ánægður fyrir hann hefði skilað 1.000.000 og hann tókst það ár eftir ár. Þetta voru plógar. En nú hann farinn, gefur Guð okkur annan. Já, þeir fæðast í lofsögnum, blessað og lofa fyrir Drottins heilaga nafn. Þessi klukka. Ég átti eftir að tala himini, ég átti eftir að tala á
þegar hann gekk inn í borgina á pálmasunnudag. Þegar að fólki hrópaði, þegar það sagði blessaður sé hann sem kemur í nafni drottins. Og ég ætla að sýna ykkur eitthvað af þeim stöðum það 40 sinnum talað blessun. Með sama orði í Nýja testamentinu eins og það kemur fram. 40 sinnum. En mér finnst ég ætti að lesa í Rómverjabréfinu 15, 9:13. Allstaðar rekumstum við á þetta blessunar náðar orð, lofgjörð og vegsemd. Ég að leggja grundvall fyrir ykkur sérstaklega sem ung, að þið getið tekið þátt í lofgjörð og vegsemd. Það tilheyrir trúarlífinu. Það tilheyrir bara í kirkjugarði að vera hljóður og þar renna tár. Það hrópar enginn hurra eða bravo. Það verður bara mótni upprissuna sem það kemur fram. En í söfnuði réttlátramál, lofsöngur, ómál, hjómál, hér í Rómverjabréfinu 15 versinu 9 stendur svo. En að heiðingjarnir vegsami Guð, sækir miskunnar hans. Eins og ritað er, þess vegna skal ég játa þig meðal heiðingja og lofsyngja þínu nafni. Og enn segir, fagnið þér heiðingjar með líf hans. Og enn, lofið drottinn allar þjóðir og vegsamið hann allir líðir. Og enn, segir Jesaja, koma með rótakvistur Ísrael í og sáu rísa upp til að stjórna þjóðunum og á hann munu þjóðirnar vona. En Guð vonar innar fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni, svo þeir séu auður í voninni í krafti heilags anda. Þetta er merkilegt orð sem hér kemur fram með lofgjörðina. Kannski ég sleppi algjörlega þessu sem talað í Opinberunarbókinni. En þegar ég var að lesa þetta í grísku þýðingunni í dag, þá var sagt frá því að Jóhannes verður fyrir sömu viðbrögðum þar þegar hann sér í himinin, eins og þegar hann var á eynni Patmos og sá Jesú á milli ljósastikknanna. Og hvernig var Jesús þar? Ég ætla bara að benda ykkur á það. Mér finnst hann er frelsari, hann er konungur, hann er drottinn. Það er kannski of lítið að segja hann að hann sé forsöngvar í himnum. En takið eftir, eins og hann kemur fyrir augu Jóhannesar, þá leiðir hann þetta. Hann leiðir. Og hann leiðir á þann hátt, eins og stendur hérna í Opinberunarbókinni, 1. kapitulunum, og ég ætla að lesa versi 12 og 16. Og ég sneri mér við til að sjá hvaða raust það væri sem við mig talaði. Og ég sá sjökull ljósastikur og milli ljósastikknanna einhvern líka mannssyni. Hann var í söfnuðinum. Af hverju er hann að leita í söfnuðinum? Mér finnst að vera að leita á lofsöng. Hann fann lítið á lofsöng hér. Takk eftir því. Það er aðeins vottar fyrir lofsöng í einu söfnuð af 7. Það er ömurlegt. En Jóhannes heyrði röst og í versunum nummer 16 stendur svo. Og hann hafði í hægri hendi sér 7 stjörnur. 15. versið. Fætur hans eru líkir glómmálmi sem í ofni brennandi og röst hans sem röst margra vatna. Þannig er röst hans. Og þegar að lofgjörðin er í himninum yfir því að komið er að brúðkaupi lamsins og eigin konan hefur búið sig. Þeir leggja sterk áherslu á það í grískunni að undirbúningur eigin konunar er ekki hennar eigin verk til frelsis, það er bara verk Jesú Krists sem dugir þar. En það er hennar verk til helgunar, til lofgjörðar, svo hún geti fallið inn í þennan lofsöng sem verður í himninum og hún geti tekið undir og sagt Amen, halleluja, lofaðu sér Guð og lofaðu sér lambið. Og 4 sinnum er sagt halleluja í Opinberunarbókinni 19 og hvergi annars staðar í Nýja testamentinu. Bara þar. Það er lofgjörðvinni sem við erum kallaði til og við erum hér í kvöld til þess að búa okkur undir, við erum hér til þess að æfa okkur. Guð bless okkur þetta heilaga orð. Þú vilt hafa Jesú með þér. Þú farða nánar til þín og meira inn í þitt líf ef þú gengur inn í lofsöngin. Já, ég bið ykkur ekki afsökunar á þessu orði að það hefur orðið nokkuð langt.
En ég hefði geta haldið annað eins áfram í kvöld, en nú segi ég amen.